byrja. Góðan daginn og velkomin á þessa kynningu aðalskipulag Akraness 2021 til 2033. Ég vil biðja á því að biðjast afsökunar á listakonum hjá okkur sem voru í síðustu viku. Ætlum við náttúrulega að reyna að kynna þetta á föstudaginn en tæknin kom í veg fyrir það. Við verðum bara helmingi betri í dag, ég lofa. Með mér í dag er Sigurður Páll Harðarson sviðsstjóri og munum við skipta þessari kynningu gróðlega á milli okkar. En sjáum þetta fyrstu gleruna. Efni fundarins í dag er gefur að skilja aðalskipulagið, stefnan, helstu forsendur, skipulagstillagan, umhverfisskýrsla og svo málsmeðferðin. Hér sjáum við skipulagsferilinn. Honum er hægt að skipta upp í 5 flokka og nú erum við stödd þar sem græna örin er, almenn kynning og samráð. Hérna er svo aftur tímaáætlun, við erum búin að setja þetta upp. Þannig erum við aftur þessu græna flaggi er. Þegar þessari kynningu er lokið og búið er að senda út gögn til hagsmunaaðila og annarra, þá mun skipulags- og umhverfisráð afgreiða tillöguna til bæjarstjórnar. Bæjarstjórn afgreiðir svo tillöguna til auglýsingar. Þá gefst 6 vikna tímabil þar sem íbúar og hagsmunaaðilar geta komið með ábendingar og athugasemdir. Að því loknu fær bæjarstjórn fær skipulags- og umhverfisráð aftur inn til sín og afgreiðir athugasemdirnar til bæjarstjórnar sem aftur samþykki til skipulagsstofnunar til staðfestingar. Við stefnum að því að þetta skipulag verði komið og staðfest í maí 2022. En auglýsingin fari út núna í janúar. En hvað er aðalskipulag? Aðalskipulag er skipulagsáætlun sveitarfélaganna, þar sem framkoma stefnu sveitarstjórnar landnotkun, byggðaþróun og byggðamynstur, samgöngur og þjónustukerfi og umhverfismál. Við vinnu þessa aðalskipulags höfum við að leiðarljósi að Akraness skuli vera góðar aðstæður fyrir öflugt og fjölbreytt atvinnulíf, traustar samgöngur, fjölskylduvæn búsetuskilyrði og heilnæmt umhverfi í fallegum bæ. Meginmarkmiðin sem sett voru fram í vinnuna eru að lögð skal vera áhersla á vandað bæjarumhverfi með fallegri bæjarmynd sem hafi jákvæð áhrif á lífsgæði íbúa og auki aðdráttarafl bæjarins. Akrannesskaupstaður leggur áherslu á öflugt og fjölbreytt atvinnulíf sem bæði byggist á hefðbundnum atvinnugreinum og nýsköpun. Á Akraness skal vera fjölskylduvænt bæjarumhverfi sem mætir þörfum íbúa fyrir húsnæði, þjónustu, tómstundir, íþróttir og útivist. Stuðla skal að fjölbreyttum möguleikum til náms og menningarstarfsemi. Almenn markmið. Akraness á að vera áhugaverður og aðlaðandi bær í virku samhengi við byggðina á höfuðborgarsvæðinu. Á Akraness eiga að vera fyrirmynda aðstæður fyrir fjölskyldufólk, það er að segja gott, fallegt, öruggt og þroskandi uppeldisumhverfi fyrir börn og ungmenni. Viðhalda skal þeim jákvæðu eiginleikum bæjarumhverfisins sem ljá bænum sérstöðu og einkenni. Unnið verða endurbótum á bæjarmynd og umhverfi þar sem þess er þörf, meðal annars með þéttingu byggðar. Með þéttingu byggðar er einnig leitast við að auka hagkvæmni í rekstri bæjarins. Í þessu aðalskipulagi eru líka sett fram almenn markmið gæði bygginga. Þar er sett fram áherslur vandað bæjarumhverfi og fallega bæjarmynd og skal stefnt að því að byggingar á Akranesi geti talist góð byggingarlist hvað snertir notagildi, tæknileg gæði og ásýnd. Á þessu verður tekið við veitingu byggingarleyfa. Nú langar mig til að fara hérna aðeins fram og sýna ykkur eina glæru fyrsta áratöku þessa. Hér ætlum við að tala um 20 mínútna bæinn. 20 mínútna bæinn, hugmyndafræðin bak við það gengur raunir út á það að frá miðju bæjarins séum við 20 mínútur að ganga út í jaðar.
Þetta styður við það að byggð verði innan þjóðvegar á skipulagstímabilinu. Eins og þið sjáið þarna, þá ertu 20 mínútur raunar sama hvar þú ert í bænum að ganga út í jaðar. Og svo aðeins tilbaka. Með þessu ætlum við að reyna að stuðla að bættri lýðheilsu með áherslu á vistvæn og virka faramáta innanbæjar, 20 mínútur bæinn, endurbætur uppbyggingu vandaðs stígakerfis fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og strandstíga með allri stundinni. Fjölbreytt útivist og íþróttasvæði, fjölbreytta samgöngukerfi fyrir almenning. Stefnt að því að vöxtur íbúðabyggðar verði eins og ég sagði áðan innan þjóðvegar á skipulagstímabilinu og taki þar leiðandi mið af 20 mínútur bæinn. Þéttleiki nýrra byggðar verði að minnsta kosti 18–25 íbúðir á hvern hektara. Áfram verði unnið að þéttingu byggðar með endurnýjun og endurnýtingu lands með þétti blandaðri byggð. Með því verða nýttir betur þeir innviðir sem fyrir eru. Þarna kemur glæðin aftur sem við byrjum áðan. Í þessu aðalskipulagi er afmörkum miðbæjarins og miðsvæðar breytt. Eins og sjáum á myndinni er búið að breyta svokölluðum Dalbrautarveg, en nú er hann orðinn íbúðasvæði sem áður var miðbæjarsvæði. Búið er að fella út hluta af Skagavegsveit sem miðbæjarsvæði, orðið íbúðasvæði, og svokallaða Krónureitur orðinn verslunarsvæði en ekki miðbær eins og var. Búið er að bæta við ákveðnum reit þarna á Sementsreit og er hugmyndin í þessu aðalskipulagi segi ég að tengja betur gamla miðbæinn við þá uppbyggingu sem nú á sér stað á Sementsreitnum. Kostur gefst á flutningi fyrirferðarmikilla starfsemi eða fyrirtækja sem hafa áhrif á umhverfi sitt, athafna á iðnaðarsvæði í Flóahverfi og Kirkjubungu. Með þessu skapast möguleikar á endurnýtingu lands innan þjóðvegar með blandaðri íbúðabyggð. Eins og sjáum á myndinni á þetta við Breiðina, Ægisbraut, Kalmarsvelli og Smiðjuvelli. Þess má geta að Kalmarsvellir og Smiðjuvellir og Breiðin eru sett fram sem þróunarreitir þessu aðalskipulagi og Sigurður Páll fara betur við það á eftir. En ég þakka bara fyrir. Ef það er einhverjar spurningar á því efni sem ég fór yfir eða því efni sem Sigurður Páll hefur fyrir eftir, þá munum við svara því í lok kynningar og eða svara því sem við getum svarað, þeim spurningum sem við getum ekki svarað hér verður svarað síðar. Takk fyrir. Undir nafni. Takk fyrir. Já, góðan dag og velkomin. Sigurður Páll heiti ég og er sviðsstjóri á skipulags- og umhverfissviði. Ég ætla að fara yfir með ykkur það helsta er varðar forsendur skipulagsins. Fyrst verða sögulegt yfirlit, síðan hugleiðingar mannfjöldaspár, landþörf fyrir nýja byggð og síðan hvernig þessi endurskoðun aðskipulags samræmist öðrum áætlunum. Við skulum bara koma okkur á stað. Hérna er svolítið merkileg glæra sem sýnir þróun íbúafjölda á Akranesi alveg frá 1890 og þarna inni eru atriði sem hafa haft áhrif meðal annars á fólksfjölda og við sjáum að í kringum 1930 erum við að komast yfir 1000 og þarna er ýmsar merkilega staðreyndir. Fyrir löggildi verslunarstaðar 1864, Hábý hefur útgerð 1906. Samt sjáum við að línan er ekkert mjög brött, þetta er svona hægfara fjölgun. Síðan fyrir að aukast mannfjöldin svona eftir 1925. Við fáum kaupstaðarréttindi 1942. Síðan kemur stóri vinnustaður hérna Sementsvest með 1958 og þá sjáum við að það er mikið ris í kúrfunni og greinilega mikil fjölgun hér í tengslu við þá framkvæmd.
Nú framhaldsskólinn kemur 1978, það er að segja fjölbrautaskólinn, járnblendiverksmiðjan 1979 og Borgarfjarðarbrú 1980 og þá er ansi mikið ris á þessum tíma sjáum við á mannfjöldanum. Síðan kemur þarna stöðnunartímabil alveg til í raun 1998 en þá komin göngin og Norðurál og þá byrjar risið aftur. Nú síðan þó að sementframleiðsla hafi verið hætt 2012 og landshluta HB Granda hafi verið lögð af og þá eftir sem áður á því tímabili töluvert ris á kúrfunni. Og í dag erum við 7.800 ef maður rétt í dag. Síðan hérna svona bara eldri myndir sem sýna gerð aðalskipulags hér á árum áður og þá var þetta á hendi ríkisins að gera þessi skipulög og síðan í rauninni byrjar þessi aðalskipulagsvinna hjá sveitarfélögum 92 og þetta fyrsta skipulagi sem að Akranesskaupstað stendur af, það er að segja 92 til 2012. Nú þetta síðan skipulagi sem í gildi og það sem sagt tímabilið 2005 til 2017 en það hafa verið gerðar ýmsar breytingar í millitíðinni til dagsins í dag og ef ég tel svona upp að helsta þá erum við að tala fráveitumannvirki við Ægisbraut. Það er að segja þegar útrásir voru sameinaðar og settur hreinsunarstöð á Ægisbraut. Það er 2007. Verslunar- og þjónustusvæði við Golfvöll, það var svo fyrirhugað hótel á sínum tíma við hliðina á Garðalandi. Íbúðasvæði við Vatnholt, þar eru að rísa núna fjölbýli, eins og það kannski hafi séð. Stækkun hafnarsvæðis, þetta sem sagt við Skagann eða Slippinn eins og við köllum það. Nú verslunar- og þjónustusvæði við Akursbraut og það er reyndar verið hætt við það aftur og það er aftur orðið opið svæði og þarna að tala Akurshólinn. Síðan eru breytingar varða uppbygging á Sementsreitnum, uppbygging á Dalbrautarreit og síðan breytingar varðar hafnarsvæðið og þá kemur inn það lenging á stóru höfnina eins og ég vil kalla það. Síðan breytingar á Smiðjuvöllum og svo framvegis tjaldsvæði við Kalmarsvík, þar vantaði deiliskipulag og rauninni aðalskipulag, þannig að það var farið í þá vinnu. Og síðan hérna var breytt aðalskipulag annars til þess að geta sett upp nýja miðlun á tang út af hitaveitu sem var orðið löngu tímabær til þess að mæta óvæntum áföllum á kerfinu. Þannig að svona með þessu upptalningu og það eru fleiri mál þarna inni að þá hefur mjög margt verið í gangi og kannski hluta til hefur það tafið þessa heildarendurskoðun þar sem að fólk hefur viljað láta þessi mál ganga fyrir. Þannig að þeir myndi ekki tefjast. En þá snúum við bara næstu glæru. Hérna framreikningur á mannfjölda á Akranesi til 2032 og það var nú að segja eins og að þessi glæra nánast að verða úrelt. Það mjög mikið í pípunum og við erum að reikna með kannski við lok tímabils getur orðið 10.000 manns. Það þýðir að meðaltali 2% fjölgun. En svona til að setja þetta í samhengi að það getur sagt ykkur svolítið bara hvað í pípunum akkurat núna. Það sem sagt við Aspaskóga, Beikiskóga, síðan það sem að fólksbílastöðin var, Vatnholt, það eru 240 íbúðir í pípunum. Suðurgata sem vorum að úthluta á árinu, það eru 26 íbúðir. Síðan vorum við að úthluta íbúðum á Sementsreit, það fyrstu innan reisis, svokallað C- og D-reitur. Það eru 115 íbúðir og það var bara mjög ánægjulegt útboð, mikil þátttaka og mikil metnaður í tillögum og við fengum mjög gott verð fyrir byggingarrétti. Þannig að áhuginn mikill sem jákvætt. Nú svo Dalbrautarreiturinn,
Það töluverð uppbygging líka og svo erum við að fara núna í gatnagerð vonandi í Skógarhverfi 3C. Það sem svæði í deiliskipulagsmeðferð og þar geti verið 167 íbúðir og við tökum þetta saman þá þetta 700 íbúðir sem geti gert mannfjölda upp á 1800, bara þetta eitt og sér. Og síðan eigum við eftir í rauninni fjölda íbúða á Sementsveit 300 og síðan frekar íbúðir í Skógarhverfi 5. Þannig að eins og kannski heyri þá töluvert mikið í gangi og mikil eftirspurn eftir Skaganum. Og af hverju það? Og það kannski vegna þess, eins og það kannski þekkið, það bara ákveðið ruðningsáhrif frá höfuðborgarsvæðinu. Hér eru góðir innviðir og hér vil fólk koma. Samgöngur vonandi muni fara batnandi með 2+1 vegi og hugsanlega síðan Sundabraut síðar. Og við erum bara í þessum radíus frá höfuðborgarsvæðinu sem virkar að tillitinu til að fólk tilbúið að vera hér og hugsanlega vinna eitthvað í bænum. Þannig að þetta alltaf hjálpa okkur. Plús það að við erum að byggja upp góða innviði bæði í grunnskólum og leikskólum og hér öflugt íþróttalíf og góð íþróttamannvirki. Þannig að við höfum allt með okkur til þess að vaxa og dafna. Og síðan kannski þessu til viðbótar að þá reiknum við með að rýmið innan þjóðvegar sé 12.000 íbúar og síðan getum við hugsanlega stækka við okkur norðanmegin við þjóðveginn kannski ca. 4.000, þannig að fullbyggt Akraness gæti verið ca. 16.000 íbúar en jafnvel fleiri ef við förum í frekari þéttingar innan þjóðvegar og jafnvel fyrir norðan þjóðvegar. Þannig að við erum kannski að tala að bilinu 16 til 20.000. En þá næsta glæra. Hérna sem sýnt aldursskipting, annars vegar núna 2022 og áætluð 2032. Og kannski fréttirnar þarna eru þær sem koma svo sem ekki óvart að í aldurshópnum 70 ára eldri, þar hlutfallið að fara úr 11% í 15%. Og þeir sem eru á þessum svokallaða vinnualdri, að þeim að fækka úr 55% niður í 52%. Þannig að við eins og þjóðin erum að eldast. Nú, hérna síðan glæra sem segir það sem ég var í rauninni að segja ykkur frá áðan. Og eins og við sjáum, þarna þörf fyrir 840 til 1100 íbúðir. Við erum með stóra hluta af þessu nú þegar í pípunum. Og erum síðan að bæta við vegna þess að við eigum síðan inneign bæði á Sementsveitnum og Dalbrautarreitnum. Og þarna einmitt rætt það sem ég kom inn áðan að íbúar innan þjóðvegar gæti orðið 11 til 12.000. Síðan landþörfin að tala miðað við þessar forsendur að vegna atvinnu þurfi 12 til 16 hektarar. Og þessi atvinnusvæði eru Brautartangi og svo innan núverandi byggðar hjá okkur. Og þarna eru sýnd flóakerfi sem þegar byrjað að byggja upp með miklu metnaði þar sem meiningin að reyna að vera með græna inngarða. Og svo erum við að bæta við Kirkjutungu, norðan með við Bergdalsá og það verður þá komin að landamerkja Akraness kaupstaðar. Og til að setja það í samhengi að þá landsvæði Akraness ríflega 1000 hektarar og þarna að bætast við ca. 140 hektar. Þannig að þetta töluverð aukning í bæjarlandinu. Nú, skipulagstalan sjálf, hún skiptist í fernt skulum við segja, það sem sagt aðalskipulagsuppdrátturinn sjálfur, síðan það greinargerðin og síðan kemur ákveðið forsendahefti sem þá grunnurinn á bak við það sem við erum að gera og svo umhverfismatsskýrsla. Nú þetta ég búinn að fara yfir með ykkur að hluta viðfangsefni endurskoðunar. Garðyrkjustöð austan Miðvogs, það var klárað 2015
Semersveitur eins og ég sagði ykkur frá áðan 2017, Hvalbrautarreitur 2017, stækkun athafnasvæðis í Flóahverfi var lokið 2019 og við erum enn að endurskoða það hverfi en þar meðal annars vorum við að gera hverfið hagstæðara með tillit til gatnagerðar, það er að segja að þar væru lóðir beggja vegna gatna og svo framvegis og það er mikil ásókn í það hverfi í dag og við reiknum með að fara í frekari gatnagerð á þessu ári. Nú breytingur á hafnarsvæði, Skarfatangahöfn var felld út og síðan endurskoðun afmörkun framtíðar íbúðasvæða sem liggja að þjóðveginum og svo framvegis. Svo tala þarna fleiri atriði sem kannski kemur betur seinna á næstu glærum. Og hérna er skipulagið 2005 til 2017, kannski lítið það að segja akkurat núna. En helstu breytingar, það er eins og ég kom inn á áðan, stækkun skipulagssvæðis í Óslandi Kirkjutungu og þar sem sagt erum við að fá 140 hektara og það er svona litið á það sem athafnasvæði en enn fremur er þar inni aðstaða til skotiðkunar, ef ég get orðað það þannig, eða skotæfingasvæði. Það er síðan tippur fyrir mold og ekki veitir af í öllu þeim framkvæmdum sem eru í dag og síðan er þarna skógræktarsvæði Slagan. Þannig að þarna er töluvert land undir sem við getum nýtt okkur. Síðan er verið að tala stækka iðnaðarsvæði í Höfðaseli og blönduð byggð við Ægisbraut, það er að segja að við viljum auka gæði íbúðabyggðar með tilliti til útsýnis og eitt af því er að reyna að ná sjávarsýn við Ægisbraut. Og þess vegna verður sett inn heimild í þetta endurskoðaðarskipulag sem heimila það. Síðan er það afmörkun þróunarsvæða, þau eru 3, annars vegar á Breið, við Langasand og Sólmundarhöfða og síðan á Smiðjuvöllum og Kalmansvöllum. Og það er sem svæði sem eru bara í ákveðinni þróun og núna er að byrja samkeppni við Breið og til þess að fá hugmyndir uppbyggingu á því svæði. Og það sem hefur rætt þar meðal annars er að það sé góð aðstaða fyrir frumkvöðla. Þar verði heilsutengd ferðaþjónusta og önnur afþreyingarstarfsemi, íbúðir í bland og svo framvegis. Þannig að það er margt í gangi þar. Nú, það var samkeppni síðan við Langasand og Sólmundarhöfða sem er verið að vinna frekar úr núna og þar koma ýmis atriði til álita varðandi bara uppbyggingu á því svæði með tilliti til þjónustu við Langasand og hugsanlega fleiri atriði sem koma þar inn. Og síðan á Smiðjuvallasvæðinu að það er verið að ræða að reyna að þétta byggðina þar, þetta er frekar gisið og hugsanlega heimila þar íbúðarbyggingar að einhverju leyti. Nú, ef ég held síðan áfram að þá eru svona ýmsar minni breytingar, verslunarsvæðið fellt út eins og við sjáum þarna, þetta er sem sagt verslun við Bárugötu og síðan er þarna sýnt íbúðarsvæðið með miðbæjarstarfsemi, hugsanlega hóteli, þetta er á fyllingunni við Semersveitin og þetta er í deiliskipulaginu eins og er. Akurshóllinn er aftur orðinn grænn eða opið svæði. Svo er verið að velta fyrir sér að mýkja þessa landfyllingu á bak við Stórahöfnina og síðan afmörkuð þessi þróunarsvæði. Og við höldum bara áfram. Nú, Skagavesttún, það er að segja Skagaverð við hliðina á Krónuna, að við erum að gefa möguleika á því að það geti hugsanlega verið íbúðir. Og síðan er Krónuplanið breytt í verslun og þjónustu í stað miðbæjar. Og Dalbrautarreitin er bara blönduð íbúðabyggð í stað miðbæjar og þetta kom Ragnar inn á áðan í sínu erindi. Nú breytt afmörkuð miðbæjar með tilliti til þess sem ég hef sagt og kannski því til viðbótar að það er verið að ræða
að reyna að afmarka ákveðið hluta á þessu miðsvæði sem sérstakann kjarna fyrir miðbæinn. Og þá erum við að tala frá Akranesikirkju að Kaupfélaginu, það er að segja á þeim kafla á Skólabraut og Kirkjubraut. Og svo aftur hérna íbúðasvæði með miðbæjarstað sem er hóteli breytt landfylling. Það er að segja það í núverandi deiliskipulagi áætluð aukalega landfylling hérna við Sementsbryggjuna. Það eru hugmyndir hótel við Golfvöll og það verkefni farið af stað og búið að kynna þar skipulagslýsingu. Svo er að tala að sameina skólalóðir, það er að segja Grundaskóli að sameinast við Garðasel, þar sem að leikskólinn að fara ofar upp í Skógahverfi. Það að rísa 6 deilda leikskóli, meðan að Garðasel 3 deilda, en hann verður sem sagt hluti af Grundaskóla og þess vegna sameinum við svæði þar. Og kirkjugarðurinn sem sagt að halda áfram í áttina að gatnamótunum við Bjarkagraut, eins og við sjáum þarna. Og svo landfylling sem var við Leyni, hún felld út. Og áfram skal haldið. Þetta var ég búinn að segja frá áður, það er að segja blönduð byggð íbúðasvæði á Ægisbrautinni. Þetta þróunarsvæði á Smiðjuvöllum sem ég búinn að ræða líka. En það sem þarna til viðbótar athafnasvæði breytt í svæði fyrir þjónustustofnun. Það er að segja að þetta svæði í framhaldi af Brekkubæjarskóla og þarna erum við hugsanlega að velta fyrir okkur bæði stækkun á skólunum og hugsanlega leikskóla. Og áfram skal haldið, nú eru komin norðan fyrir þjóðveg að þarna verið að sýna bara íbúðalóð sem er verið að byggja á vélaskemmu, iðnaðarsvæði á gömlu öskuhaugunum. Athafnasvæði sem við komum inn á áðan, þetta 140 hektara svæði í Kirkjutungu. Og þarna sjáum við bæði slöguna með skógræktinni, tippinn þar sem við erum að setja moldina, skotæfingasvæðið og svo þetta athafnasvæði. Á tímabili var rætt að hér getur hugsanlega komið inn á þetta svæði gagnaver. Og þetta eru þróunarsvæðin sem ég er búinn að segja ykkur frá og kannski lítið við það að bæta, en að hér sjáum við bara ákveðna afmörkun á þeim. Og síðan þetta stígakerfi, annars vegar stoppstígar sem tengja bæjarhlutana saman, tengistígar innan viðkomandi bæjarhluta og sem tengja þá líka stoppstígana og svo landsbyggðarstígur sem er nýtt. Það er að segja, nú er í umræðinu að reyna að vera með landsbyggðarstíg sem að tengir byggðakjarnana saman. Og þetta er svona fyrsta skref af því. Hérna sé að sérsýnt með reiðleiðir. Ég veit að hestamenn vilja funda með okkur og við erum að sjálfsögðu tilbúin til þess, þannig að það má vel vera að þessi mynd taki einhverju breytingum í framhaldi af því. Síðan það strandstígurinn, mikil gæði fyrir okkur að njóta þess og njóta sjávar sínar og geta labbað með frá sjónum. Og það er sem ákveðnar hugmyndir að bæta í þar og auka gæði strandstíganna. Og hérna síðan myndin. Það er að segja kortið fyrir þetta skipulagstímabil 2021 til 2023. Og þá hérna fjólubláu liturinn íbúðasvæði, appelsínuguli eru stofnanir, þessi skærguli er verslun og þjónusta og þessi grái og dökkgrái er svona atvinnusvæði og athafnasvæði. Svo sjáum við svona ljósbrúna lit, þar sjáum við svona þessi íþróttasvæði, bæði á Jaðarsbökkum, þarna er golfvöllurinn, vélhjólabrautin, hestakverfið, skotæfingasvæðið og svo framvegis. Með skipulaginu fylgir umhverfisskýrsla og bæjarstjórn samþykkti umhverfisáætlun Akraneskaupstaðar og aðgerðaáætlun 2021-5, þann 8. júní 2021. Og við förum aðeins yfir það.
að þá þarna aðgerðir í loftslagsmálum. Akraneskaupstaður dragi eins og mögulegt úr neikvæðum áhrifum starfsemi sinnar á loftslagið og vinni að aðlögun að loftslagsbreytingum. Hvernig ætlum við að gera það? Það sem sagt þrír þættir sem við horfum til. Það kolefnisbinding, kolefnislosun og þessi aðlögun að loftslagsbreytingum. Nú aukin kolefnisbinding, hvað felst í því? Það meðal annars skógræktarsvæðið við Slögu og líka meðfram þjóðveginum í raun, það að segja að stuðla að skógrækt. Síðan þarna endurheimt votlendis í Innstavogi og síðan hagnýting blágrænna ofanvatnslausna í skipulagi, sem inn í þýðir það að staðan fyrir að sé tvöfalt kerfi, það að segja annars vegar skolplagnir og hins vegar regnvatnslagnir. Og þetta farið síðan bara í viðkomandi skurði, það að segja regnvatni, að þá reynt að sitra regnvatninu í gegnum jarðveginn og stuðla þannig að grænum svæðum. Nú minni kolefnislosun, hvað felst í því? Jú, þétting byggðar og blöndu byggð og fjölbreytt bæjarumhverfi, endurskoðun og efling stígakerfis, 20 mínútna bærinn eins og Ragnar kom inn á áðan, bætt umhverfi göngustíga og efling innviða fyrir virka ferðamáta, það að segja meðal annars almenningssamgöngur og svo hefur við áhuga á því að skoða frekar með ferjusiglingar. Ég tala ekki þegar að semisveiturinn byggist upp. Þá held ég að það verði mikil gæði að hér gangi á milli ferja. Nú áhersla á innviði fyrir orkuskipti í samgöngum og siglingum. Áframhald á flokkun sorps til endurvinnslu og moltugerðar. Við erum þegar að vinna útboðsgögn með tilliti til þessa. Og síðan stefna græna iðngarða, sem ég sagði ykkur frá áðan. Nú aðlögun á loftslagsbreytingum, sjóvarnargarðar. Þannig getur til það nefnt að við þurftum að hækka grjótturna við Faxabraut til þess að það væri byggilegt þar fyrir innan og þar vorum við meðal annars að reikna með hækkun sjávar í ljósi þess að hitastig á jörðinni að aukast. Og við þurfum náttúrulega að horfa í byggingarsvæði með tilliti til þessa og svo þetta sem ég sagði ykkur á áðan, regnvatnsmeðhöndlun blágrænar ofanvatnslausnir. Nú við erum undir landsskipulagsstefnu og þarna þeir þættir upptaldir sem að teljast til þess og þá svona lykilorðið sjálfbærni og ég held að sé kannski lítið meira um það að segja en að við horfum að sjálfsögðu til þess. Og síðan erum við að horfa til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og þið sjáu þau þarna upptalin. Nú, eins og Ragnar kom inn áðan, þá erum við núna í kynningafasanum og í framhald af því að þá væntanlega fá ykkur ábendingar frá ykkur eftir þennan kynningafund. Við munum jafnframt heyra í öðrum hagsmunaaðilum og í framhald af því munum við reyna að fullbúa skipulagsgögn sem að við setjum á bæjarstjórn til yfirferðar og hún síðan til skipulagsstofnunar. Skipulagsstofnun kemur síðan væntanlega með heimild til auglýsingar og skipulag verður auglýst og þá myndast gluggi í 6 vikur þar sem að bæði íbúar og hagsmunaaðilar geta komið með ábendingar. Og í framhald af því verður þeim svarað. Það fer aftur fyrir bæjarstjórn og síðan skipulagsstofnun og síðan vonandi kemst þetta í B-deild stjórnartíðinda og ferlinu lýkur vonandi næsta vor, ef allt gengur eftir. Nú, á þetta ábendingar og sjónarmið, þá mjög mikilvægt að þið takið virkan þátt í þessu ferli með okkur og komið ábendingar og þau sjónarmið sem brenna á ykkur, þannig við getum þá metið þau og tekið þau til okkar. En þá þarna sem sagt hvert þið að senda og það sem sagt væri gott að fá þetta skipulag- og umhverfissvið Akraneskaupstaðar eða þá í gegnum þjónustugáttina. En ég búinn allavega í bili
og þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Já, eins og Sigurður fór yfir hér áðan, þá er mjög mikilvægt að við fáum frá ykkur þær athugasemdir eða ábendingar sem á ykkur brenna, þessa kynningu eða þau gögn sem legi hafa frammi á heimasíðu bæjarins. En ef það eru einhverjar spurningar, þá munum við reyna að svara þeim núna. Það er allavega ekki komin neinn inn. En eins og Sigurður fór yfir, þá getið sendt inn spurningar núna fram til 31. desember sem við munum svara áður en þær fara áður en skipulega fer í auglýsingu, þar sem aftur gildir verður 6 vikna gluggi til þess að koma með athugasemdir og ábendingar. Þannig að endilega ef eitthvað megi markmiðið er náttúrulega alltaf að byggja betri bæ og við gerum það einungis saman og í sátt. En ef það engar spurningar, þá bara held ég að ég þakki fyrir í dag og þakki fyrir þessum áhlýttu og vonandi hefur þetta bara verið fræðandi og skilað ykkur. Takk fyrir.